og það fer í gang. Ok. Þá finnum við þetta efni. Undir efni, þar verkefnið og svo náttúrulega líka sko forritin sem við notum í þetta. Að það ég hef haft betri reynslu af 64 bita fritzing forritinu. Myndum frekar nota það og til þess að afþjappa það og allt saman þá hef ég notað afþjöppunar forritið WinRAR og það þessi 4. liður. Það væri gott að ná því og síðan í rauninni Arduino það til dæmis, ég held að flestir séu með PC hérna. Það Arduino fyrir PC. En við náttúrulega tengjum þetta þegar við erum komin í skólan, þá tengjum við þetta við tölvurnar, aðalega í skólanum, en það líka hægt að tengja við einhverja fartölvur. Og þannig að breyta forritunum, breyta kóðanum, senda í Arduino borðin og sjá hvernig að þetta virkar allt saman. En allavega hérna eru þá forritin sem við notum í þetta og það kannski best að byrja að ná í WinRAR, síðan í fritzing og setja það upp og síðan að taka niður Arduino fyrir PC. Og þá það verkefni sjálft sem við erum að fara að byrja á núna. Það verkefni hérna, það 3A, þetta hérna, 3A. Og við byrjum bara mjög einfalt, eins einfalt að við mögulega getum, til þess að átta okkur á því hvað við erum að fara að gera. Og hérna sem sagt þá rofi og ljósdíóður með Arduino. Í fyrsta verkefninu þá notum við bara ljósdíóðuna sem á brettinu. Það sem Arduino sem sagt með pinna 13 tengdan við eina ljósdíóðu. En sem sagt við opnum fritzing sem sagt þegar þið eru komnir með það til þess að teikna upp þessa rás og búa til svokallaða skematíska rás. Það svo sagt rás með íhlutunum, með táknmyndum, með íhlutunum og tengimyndinni sem sagt. Það eiginlega tengimyndin sem að þetta fritzing forrit útbýr. Svo gæti maður kannski breytti yfir í prentplötu, en við erum ekki í þeim pælingum, aðalega bara svona útbúa rásir eða sem sagt myndir af rásinni og átt okkur á því. Svo að við skulum prófa það að hreinlega ná að opna þetta. Og ég með þetta forrit fritzing. Set þetta megin. Sjá hvað það í gangi. Hérna ætti að vera í gangi og það hérna. Sjá. Já, check updates, update parts. Já, ég þarf að fara í það. Það kannski ágætt að gera þá meðan að þið eru að ná í WinRAR forritið. Og til þess að ég held að það komi þjappað. Það fritzing. En allavega þá eiginlega nauðsynlegt að hafa WinRAR uppsett til þess að geta afþjappað skrár. Já, þá ég búinn að setja inn new parts
og svo bara enduræsir Fritzing sig. Það er farið út hérna og ætti að koma sjálft inn aftur. Er ekki nóg að nota þetta forrit sem í sýndarvélinni þarna? Jú, ég bara glemdi að minnast á það að sjálfsögðu. Það þar, já. Ég Já. Þið farið bara inn á sýndarvélina. Þið vitið hvernig það er gert, það sem sagt www.tskoli.is. Farið inn á sýndarvélina. Loggið ykkur þar inn. Þar er þetta sko. Alveg hárrétt hjá þér. Af því að þú ert náttúrulega byrjaður í þessu. Hvernig downloadar Fritzing forritið? Sko, það er linkur. Nema þú, já, ok, það er linkur hérna undir efni. Það er forrit þarna. Hér er 64 bita Fritzing. Já. Og hvað gerist þegar þú ýtir á það? Hvað gerir maður svo? Það virkar ekki þessi linkur. Hann virkar ekki núna. Ok. Þá, já, ok. Þá verðum við bara að reyna að nota sýndarvélina. Það virkar að hlaða niður inn á 32 bita Fritzing. Þú það? Já, ég ætla að náða að gera það, svo þarf ég bara að onsa þetta. Já, ok. Mér hef bara fundið sko 32 bita útgáfan ekki, en býtu, er hægt að velja kannski 64 bita útgáfu á þessum link hérna? Það stendur hérna þetta softfamous.com Fritzing. Ég ætla að sjá hvað kemur hérna hjá mér. Hér getur verið að þetta sé bara 32 bita. Ertu búin að kanna það, Karkur, hvort að þetta hérna, hvort að það er til líka 32 bita útgáfa hér? Nei, ég var ekki búin að kíkja það. Nei, hérna stendur, þetta er fælni. 32 þannig að. Þetta er 82 sko, já. Þannig að, þetta nú við. Og var þetta ekki bara smellt hérna á bláa kassan sko, free download. Allavega ég er að reyna að nota 32 bita hjá mér sko. En svo, ef að þetta gengur illa að nota 32 bita útgáfuna, þá getum við alltaf prófa að fara inn á sýndarvélina. www.tskoli.is. Ég sjá hvort þetta virkar hjá mér. Já, þið sjáum þá hvað er að gerast hérna hjá mér á skjánum. Já. Þetta á að vera hérna undir rafmagnsforrit. Skoðum það. Hérna er Fritzing. Þannig að það er kannski bara langur öruggast að fara inn og nota það. Og svo þá þarf bara að nota snipping tool til þess að færa myndina yfir hvort sem er. Ég held að það er alveg að ganga. En býtum við, ég veit ekki hvort að ég hef verið komin með. Nei, ég var ekki búinn að ræsa þetta upp, þetta fór ekki sjálft í gang. En hérna erum við með þá þetta, ég ætla að prófa að nota það er spurning. Allá hérna. Sjá hvernig það gengur að nota hérna sýndarvélina. Þá tekur það svolítinn tíma samt sko fyrir
Já, það gerir allavega á hérna vélunum í skólanum ef við værum í stofunni. Tekur svolítið tíma að setja það upp en það getur vel verið að það sé ekki í þessu, í sýndarvélinni. Sem sagt þegar þetta er komið, þessi skjár hérna, þá förum við í File og New hérna. Má ég aðeins trufla þessi? Já. Ég fann út úr leið til að hlaða niður 64 bita. Já. Ef þú googla bara Fritzing 64 bita, þá er bara eða fyrsta síðan getur þú notað til að downloada þessu. Já, ok. Sem sagt, ef maður skrifa bara Fritzing. Fritzing 64. Bara bil á milli kannski, 64. Bil 64, bara þetta hana. Þá kemur þetta bara þarna, já. Ok. Þá bara þeir sem að eiga þetta eftir, þá síðan heitir Filehorse sem ég notaði hérna. Já, virkar það stendur hérna, það er Filehorse hérna. Já, algjörlega fyrsta. Já, þá kannski, þá er bara ágætt að geyma þetta, ég ætla bara að hafa þetta svona screenshot eða að taka aðeins mynd af þessu hérna með snipping tool. Það er mjög góð ábending hérna, svona, hvað er þetta hérna? Flott þá ætlum ég að geyma þetta hjá mér. Þetta er Fritzing 64 bita. Ertu búinn að setja það upp? Já, ég er búinn að setja það alveg upp. Og það er ekkert byggja borga fyrir það neitt svo, þetta er fríverk? Nei, þetta er alveg frýtt. Alveg frýtt. Ég er bara að fara beint núna í No Sketch. Já, ljómandi. Þannig að ef að þið náið ekki góðri tengingu við sýndarvélina, þá er þetta besta leiðin til að nota Fritzing. Frábært, takk fyrir Gargur. Þá ætla ég bara að prófa að nota sýndarvélina í þetta og þá er spurning hvernig mér gengur að skipta skjánum hérna. Hérna er ég með þetta og ég ætla að fara að ná í þessa íhluti. Það er raunin bara eitt viðnám og eitt rofi sem ég byrja á hérna. Og þá er ég hérna, býttu nú við, já ég ætla bara að fæða það, nei, svo. Reyna að hérna færa það ofar. Já, ok, já, hérna ekki það. Svona, og svo hérna ætla ég bara að byrja á því að ná í Arduino borðið. Þá smelli ég hérna á táknið, svona logo fyrir Arduino og þá kemur upp alls konar safn og ég bara vel fyrsta kassan hérna. Sendur Arduino boards. Ég íti á drega hérna undir. Það er nú mjög smátt hérna á skjánum hjá mér, ég þarf að reyna að stækka þetta upp. Þannig að fínt að hafa þetta svona vinstra megin ef ég næ í svo verkefnis sem sagt. Og svo er þetta rofi, þá fer ég aftur hérna á Core Parts og hérna sé ég push button. Ég dreigið hann hérna inn á og svo er það viðnám. Ég þarf að snúa því. Nú er spurning hvort við hefum bara notað þessa stærð. Hér get ég breytt svo stærðinni á því með því að restans hérna er 330 ohm. Það er kannski allt í lagi. Bara fyrir rofan sjálfan sem sagt. En ég ætla að snúa því og neðst á í forritinu, það er nefnilega hægt að snúa
Já, ég bara með kannski svo lítinn skjá að ég næ ekki, ég þarf að velja það, já. Og sýnist að ég geta það er bara svo svakalega lítið pláss sem að ég hef hérna. Já, svo getur maður hægri smelt á það. Þá getur maður farið í rotate 90 gráður clockwise og þá ég komið með það hérna. Ég man ekki nákvæmlega hvað það á að vera, ég setja bara einhver staðar hérna, fer í verkefnið. Svona. Hérna, hvað segið þið? Þið eru náttúrulega ekki búnir með þetta. Þið eru ekki komnir svona langt með að ræsa forritið. Það eru náttúrulega ekki allir komnir með þetta. Býtu, já. Ég sé núna hvað viðnamið er stórt. Það er 10 kílóum sem ég er með hérna. Það er sem sagt 1, það er brúnn svartur, það er 0 og appelsínugulur, það er 3, 0 í viðbót. Þá er það 10.000, það er 10 kílóum. Og þá þarf bara að vera valið svo ég geti breytt stærðin á því. Og þá fer ég hérna og vel stærðina hér með því að smetla á örina. 1 kíló og með þarna á og þá er 10 kílóum hér. Svona, og þá breytist litirnir eins og ég er með á hérna í verkefninu. Og þetta á að lenda hérna, þetta á að staðsetja á hér, ég tengi þá í mínus og þannig að það fer þá í ground línuna. Og þá var ég að tengja hérna ground frá borðinu inn á breadboard, sem sagt, inn á tilraunabrettið. Svo að ég nái mínus þar inn á, já, og ég ætla að breyta litnum á þessu, þá hægri smelli ég þegar ég hérna fyrir ofan, wire color, breyti í svartan. Síðan ætla ég að hafa hérna vír sem að nær hérna milli viðnámsins og rofans og það er frá inn að 12. Þetta verður þá inngangur. Ég fer með vír frá 12 og hérna inn á og til þess að beygja þá fer ég bara hérna inn á línuna og dreg þetta til. Svona, og ég ætla að hafa þetta aður í svo litin, ég ætla að setja bláan inn á þetta. Þetta hefur ekkert með jarðlit að gera, bara þannig að þetta sé einhvern veginn aður í svo litin. Og rauður plúsinn kemur þá frá 5 volta spennunni hérna, frá Arduino borðinu. Já, líklega hér. Og býttu nú við, þetta átt að fara hvað hingað það ekki. Jú, og þá breyti ég þessu í rauðan. Já, ég ætla að reyna bara aðeins að beygja þetta til. Já, þarna getur ég komist út fyrir þegar ég kem hérna vírinn. Svona. Þá er ég búinn að tengja spennuna, 5 volta spennu hérna inn á rofan og inngangurinn, þetta er 12, hann nær yfirleitt á sambandi í gegnum viðnámið til mínus og það er tengt á ground á Arduino borðinu
og þá venjulega lágt gildi ef við ítum ekki á takkan. Þetta svo push button, þannig að hann með gorms, þannig að hann kemur tilbaka, þrýstirofi sem að kemur tilbaka, gorm tilbaka. Og þá bara næsta skref, þegar þið eru komnir með þetta hérna, það að láta forritið útbúa skematikmynd, svona tengimynd að þessu. Og ef að þið ætluðu að búa til einhverja plötu sem myndu lóða eða framleiða og nokkur stykki og lóða á prentplötu, þá væri hægt að útbúa það hérna með PCB. Printed Circuit Board stendur hérna. En við förum ekki lengra heldur en að búa til skematíska mynd og setja það inn og prófa. Ég smetti þetta á skematík og þá fæ ég svona mynd af þessu, þannig að nú bara að reyna að færa þetta eitthvað til. Hér ground, það kemur hérna sko, það kannski ágætt að færa viðnámið bara svolítið hingað. Ja. Og síðan líka, það líka gott að reyna að snúa þessu, ekki hægt að snúa þessu hérna. Það spurning sko með að snúast þá, hér. Það takið hérna neðanverðu sem að maður ætti að geta, já, það hægt, en hvað gerir þessi hérna? Þarna var þetta. Já, hitt var sennilega eitthvað flip. Ok, getur þetta hafa verið það? Já, þetta var flip. Þannig að hér höfum við þá sem sagt flip og rotate hérna. Nú svo bara að laga aðeins til gírana að þessu, eða sem sagt línurnar. Ég bara að reyna að stakka þetta aðeins og færa þetta til, þannig að komast á, já, þetta verður að vera svona einhvern veginn. Þá fer maður bara á línuna og beygir hana örlítið til. Þá hérna myndast heil lína í staðinn fyrir að hún áður bara svona brotalína. Og svona náum við að laga til línundar aðeins. Gera þær beinar ef það hægt, það betra. Þá þetta komið svona. Þetta væri alveg nógu boðleg mynd til þess að setja inn á verkefnið. Þá gerum við það bara með fritzing, með hérna snipping tool úr fritzing yfir í verkefnið. Það kemur snipping tool, new og þá fæ ég hérna myndina og copy og yfir í verkefnið. Hérna sem segir settu inn skematísku myndina úr fritzing hér fyrir neðan. Og reyni að skella henni hingað og þá sjáum við hérna að við erum með spennuna inn á rofan og þrýstirofan og þrýstirofinn tengist svo við viðnámið og þetta fer inn á pinna 12 og þá jörðin tengist inn á viðnámið. Já, þetta svona það fyrsta sem við gerum í þessu og síðan náttúrulega erum við með kóða til þess að láta þetta hérna í rauninni, við erum að skoða hvernig það lítur út þessi kóði og hérna
hér náttúrulega strax heimildir hvaðan þetta fengið og hver höfundurinn hérna sem sagt slóðin að fyrirtækinu eða að heimasíðunni sem að þessi kóði er fenginn frá og dagsetningin, þetta frá 2015 og allavega þessi kóði hefur þá sannlega verið búinn til þá væntanlega og nú veit ég ekki hvernig þetta gengur hjá ykkur, ekki nema þið látið mig vita ef ég á aðeins að bíða eða fara í kóðan. Kannski ég taki aðeins stöðuna hjá ykkur. Kannski einhverjir búin að bætast við. Hérna Kristófer kominn, sæll. Ég var ekki búin að merkja við þig. Það að muna eftir og eftir. Það var alveg fint, þú myndi bara fara og sækja kaffibolla eða eitthvað. Já. Ok. Hvað þetta? Ég löngu búið með þetta. Það enda búið með þetta í síðasta tíma. Já. En hvað, á maður að gera eitthvað við þetta svo, það bara að taka mynd af þessu? Jæja, svo sjá. Það með. Ok. Heyrðu, jæja, sem sagt, það einhverjir löngu búnir með þetta, já, Hlynur líka mættur, það bara full mæting, bara fullt hús. Það flott. Já, en hérna, þá það eina sem við eigum eftir að gera, það bara að prófa rásirnar og svoleiðis. Það sem að við þurfum, eða það sem við getum allavega gert, það að fara í gegnum sem sagt kóðan átt okkur á því hvernig hann svona uppbyggður í megindráttum og svo hérna ef við erum með til dæmis einhvers konar mælingar eða tvístöðureglun eða eitthvað slíkt, þá getum við skoðað hvernig við getum breytt úr því að vera kannski með hitun í tvístöðureglun eða kælingu. Þannig að þetta að átta sig á virkninni
út frá kóðanum. Já, við erum þá með skipanir eða samanburðarþætti sem að bera saman tvær tölur eða bera saman mælingu við einhverja fasta tölu sem sagt. En í þessu við byrjum mjög rólega og tökum fyrir bara fyrst sem sagt uppsetningu sem sagt yfirleitt þá þetta þannig að forritunum skipt svona í svona 2 eða 3 megin hluta sem sagt að fyrst svona konstant það sem sagt verið að skilgreina hvaða hvað kallaðir þessir pinnar eða pinnanúmer hvaða eins og fyrst þessi konstant integer key pin hann ætlum við að hafa númer 12 og þá það að byrja á því að skilgreina það og svo hvar ljósdíóðu pinnin eins og þessi LED pin hann er númer 13 því á borðinu eins og ég sagði áðan þar pinni 13 tengdur við eina ljósdíóðu sem lóðuð á Arduino borðið. Svo náttúrulega í seinni hlutanum þá eru fleiri ljósdíóður notaðar. Síðan sem sagt kemur upp fleiri skilgreiningar eða svona setup. Það er svona næsta skref þar sem að verið að skilgreina hvort að viðkomandi pinni inngangur eða útgangur. Þá sjáum við pinnin fyrir rofan sem var fyrst skilgreindur sem númer 12 á plötunni að þá hann skilgreindur undir þessu void setup sem inngangspinni eða inngangur á brettið og síðan LED pin það náttúrulega það eitthvað sem við erum að senda út á gömljós eða eitthvað slíkt og það þá álagið eða eitthvað slíkt eða það er útgangspinni og það er skilgreint sem útgangur þessi LED pin og þegar að þetta tvennt komið búið að segja hvaða pinna við ætlum að nota og síðan hvort það inngangur eða útgangur þá það síðasti hlutinn af forritinu það þessi hluti sem að keyrir bara hring eftir hring eftir hring alltaf stöðugt að athuga í hvaða stöðu rofa inngangurinn og þá setur hann annað háttgildi eða láttgildi út á pinna 13 fyrir ljósdíóðuna eða ekki, eftir hvort það ýtt á rofan eða ekki. Þetta þannig mjög einföld einfaldur kóði. Þannig að hér if-else skipun, ef eitthvað skilyrði fyrir hendi, þá gerist eitthvað, annars þá á eitthvað annað að gerast. Þannig að if digital read segir, if digital read keypin með háttgildi, ef maður þrýstir á hann, að þá á að skrifa út á pinnan, sem sagt, digital write, LED pin 13, háttgildi, þá kveikjum við bara á ljósinu. Annars, ef það ekki háttgildi þarna, þá bara skrifað út á þennan pinna láttgildi. Þannig þetta einfaldlega sett upp. Og þetta bara þá skoða alltaf aftur og aftur. Þetta sá hluti forritsins sem að keyrir alveg stanslaust hring eftir hring. Fyrst eftir að við setjum straum á borðið, þá
fer þetta í gang hérna til þess að lesa inn hvaða pinn hvað og síðan hvort það er inngangur eða útgangur, en síðan fer bara lúppan í gang og keyrir endalaust. Þar til að við tökum strauminn af. Og þá er hérna hægt að svara þessu spurningum sem eru hérna. Hvernig er inngangur skilgreindur? Þá myndum við segja bara, hvað hérna, við myndum þá segja bara hérna, við erum með key pin, hann er skilgreindur hérna sem inngangur og það er alltaf pinni 12. Þá myndum við segja hérna, já, það er gert með hérna þessari skipun sem sagt pin mode. Pin mode og svona, við sagt að þetta sé það með pin mode skipuninni. Svona, og hvaða inngangur er númer hvaða hérna þetta notað fyrir hann og innganginn. Það er sem sagt inngangur 12, númer 12. Okay. Og síðan hérna næsta. Og já, hvaða nafn fær hann? Hann fær nafnið key pin. Svona. Og hvernig er útgangurinn skilgreindur? Hann er gert svona að hann er pin mode LED pin output. Svona. Og sjá, þetta fór nú eitthvað skvillilega, ég er með ómikið, tók ómikið í einu, ég ætla ekki að taka alveg svona mikið að þessu. Hann er þá skilgreindur svona. Það gengur. Hann er þá skilgreindur sem sagt með pin mode skipuninni LED pin output. Og hvaða nafn fær útgangurinn? Hann fær þetta nafn LED pin. Og þið sjáu að það er ekki haft neitt bil á milli. Þetta er náttúrulega ákveðnar reglur sem að hafa skapast í gegnum tíðina frá því að byrja að vara að útbúa svona forrit. Og ég hugsa að það væri sennilega hægt að hafa samt bil á milli með því að setja sem sagt svona underscore kallað, veit ég. Það væri sennilega hægt en já, ég ætla ekki að breyta þessu. Þannig að þetta er svarið við þessu. Nokkrar spurningar varðandi þetta. Þið eru bara í góðum málum. Nú seinni hlutin af þessu verkefni er náttúrulega bara svona aðeins meira föndur og það er kannski óþarfi fyrir mig að fara út í það, að síðan ykkur nákvæmlega hvernig það er gert, því að þið ráðið alveg við það og því að þið gerðuð hina myndina líka. Þetta er bara spurning að í fritzing, það getur verið að það sé betra hreinlega að vinna myndina bara í skematíska hlutanum
og af því að þetta vill oft fara út á suður en ég get allavega sýnt ykkur hvernig við byrjum á því og finna litina á díóðum og svoleiðis. Það er kannski gott að gera það. Þannig að við förum kannski í það aðeins. En já, þessi kóði, hann er svo sem ekkert það er mikið sem við fáum út úr því að fara í hann endilega. En hérna er þetta, ég get náttúrulega vistað þessa mynd bara undir eitthvað. Þetta er bara hjá mér í Documents of Fritzing og ég segi bara að þetta er verk 3A. Já, og þegar við erum að tala um rofa og svona búnað, þá er oft þannig að þessi rofar geta valdið ákveðnum vandamálum. Það er kallað snertu hopp og þá er oft útbúið í forriti ákveðin kóði til þess að minnka það vandamál. Að ef maður tengir svona rofa, þá gefur hann kannski mörgur sinnum samband. En á í rauninni bara gefa einu sinni samband. Í þessu forriti hérna einfaldað hjá okkur, þá hefur þetta engin áhrif þó að það væri snertu hopp. En það getur valdið vandræðum í öðrum rásum. En það skulum skoða þetta. Hins vegar hérna, þá ætlum ég bara að fara í hérna File og New. Og þá aðeins að fara í það hvernig við náum í þessar ljósdíóður. Já, svona já. Og þá hérna, já, ég verð að hafa þetta aðeins stærra hérna. Og þurfum við bæði viðnámsrásina, við þurfum náttúrulega sjá. Hérna höfum við svo ljósdíóður, ef við förum hérna í kafla sem heitir Output, að þá fáum við þessar ljósdíóður. Tökum við nokkra ljósdíóður, ég minni að séu eitthvað 8 stykki eitthvað svoleiðis. Og síðan þurfum við bara að breyta sem sagt litnum á þeim. Já, já. Þetta er svona meira föndur. En þetta er bara aðeins að komast inn í að nota þetta forrit. Það sem fáum út úr þessu. Og þá, já, ég get ekki fært þetta allt saman í einu hérna. Jú. Þannig að ég geti aftur mig á litunum, sko, litirnir, þeir koma svo hérna, þá vel maður náttúrulega bara eina. Og hvað þarf maður að byrja á? Það er maður byrjar á hérna, það er gul hérna. Gul, græn, rauð, gul, græn, rauð. Hérna 2 rauðar fyrst. Og síðan kemur þessi gula hérna. Og þá fer ég hérna að skrolla hérna niður. Þá kemur color hérna. Þá ættum við að geta náð í gula, yellow,
Það eru nokkrir mismunandi litir, það breytir ekki öllu. Og svo aftur gul hérna. Svo. Og þessar hérna voru grænar. Þá finnum við að hér green. Color green. Og þannig breytum við litnum af hann. Við höfum bara að hafa viðkomandi díóða valda og ef við lítum á skematísku myndina þá sjáum við að þær eru komnar hérna út allt og það jafnvel þegar við erum búin að taka hlutina þarna inn á borðið þá gæti jafnvel borgað sig bara að raða þeim í skematíska forminu. Nú vantar mig náttúrulega bara Arduino borðið og það sjálfsög hægt að segja hérna copy-paste á þessi viðnám. Fjölga þeim þannig. Það eru náttúrulega jafnmargar og ljóstíðarnir eru. Við veit náttúrulega ekki nákvæmlega hvar það lenda. En stærðin á þeim. Ég var með það. Jú, þær eru 220 ohm. Rauður brúnn. Jú, þetta hérna 220 ohm sýnist mér. Já. Það sé alveg á hreinu. 220 ohm, það passar. Ok. Þannig að það getum bara náði sem við þurfum að því. Og síðan þetta raða þessu. Og þá vantar bara Arduino borðið. Það bara Arduino Uno. Svona. Það einhvers staðar hér. Og þá bara að raða þessu svona upp. Hér eru notaðar þessar pinnar frá 2 upp í 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, nei 8 og 9. Já. Og nú bara að það þarf líka að passa upp á að póla þetta rétt. Þannig að við séum með katóðu, það þá til mínus og mínusinn tengir svo hérna í jörðina, í ground á Arduino. Og þannig getum við útbúið þetta. Svo það sniðugasta að vinna í þessu með því að smetla á skematísku rásina og vinna þar, færa þar í hlutina til. Þannig að þá er auðveldara að raða þessu öllu saman upp og snúa hlutunum rétt. Það er svona hægt að hafa þetta allt saman hérna niðri. En númerin á pinnunum eru væntanlega hérna, ég ætla að sjá hvað það getur. Já, hérna er 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, þá er gott að tengja þetta hérna fyrir neðan. Hafa allar ljóstíðarnar, allar neðst og síðan
viðnáminn þar fyrir ofan. Ok, þannig að hann ætla að skilja þetta eftir í ykkar höndum, þannig að þið getið raðað þessu þannig upp og sem sjáið hérna neðst þá hægt að fara í að snúa, rotate, við snúið þessu hérna. Svo á að vera hægt að færa þennan texta til hliðar svo að það sé ekki fyrir okkur hérna. Og þannig að þið getið raðað þessu allir saman hérna upp og haft svo viðnáminn þar fyrir ofan, tengt svo allt saman hérna saman og að neðanverðu í mínus ground. Þannig er best að leysa það. En svo ætlaði bara rétt að líta á kóðan og reyna að svara spurningum. Þannig að þið getið haldið áfram að klára þetta bara heima og svo ætlaði ég ekki að hafa þetta mikið lengur í dag. Þið hafið örugglega nóg að gera. Hérna myndum við setja svo skematísku myndina fyrir neðan og ég var ekki búinn að taka kóðan inn í Arduino forritið en ég geti sýnt ykkur kannski bara það sem að þið gætuð gert. Það er raunin bara að fara í verify þar til að athuga hvort að þið hefði ekki örugglega gert það sem var rétt. En hér er eitthvað svipað og við sáum áðan. Hér er rauninni verið að skilgreina fyrst sem sagt hvaða pinni er notað hvað sko. Hér er rauninni bara lægsti pinni skilgreindur hérna, pinni 2 og síðan eru allir pinnarnir milli 2 og 9 notaðir og síðan hæsti pinni hann er notaður hérna, nummer 9. Því að svo er hliðrað til, þannig að allir pinnarnir þarna á milli eru notaðir. En svo er hérna void setup sem sagt, það er pinni 1 through 6 sem sagt sem útgangar og síðan byrjar hérna, já, svo er hérna for this pin, lowest pin og this pin verður highest pin og síðan hérna bætist alltaf við, sem sagt keyrir þetta í hringi og hérna verður alls konar form á því hvernig að díóðar sem sagt lýsa. Þannig að þá er bara að prófa þetta. Ég held að ég ná ekki alveg að útskýra í smáatriðum hvernig þetta virkar. En þannig að skilgreiningin sem sagt void setup er þá frá þessum slaufusíu hérna og að þessum slaufusíu hér. Þannig að þetta er þá skilgreiningin og síðan síðasti hluti af forritinu er sem sagt það sem að keyrir hring eftir hring, void loop, það er loopan og þá hérna byrjar díóðnar að lýsast upp frá vinstri til hægri og svo framvegis. Þá hérna keyrir þetta allt saman í gang og svo bara við að skoða hvernig þetta vinnur þegar við náum að tengja þetta upp. Og sem sagt síðan til þess að þetta gangi ekki allt of hratt og þá er sett inn hérna töf, þetta delay hérna og með því að auka að stækka við þessa tölu þá getur maður láta þetta ganga aðeins hægar og hérna, já, reynt
hafa áhrif á hversu hratt þetta gengur. Síðan sjáum við hérna einhver inngangur, sérstakur inngangur skilgreindur. Í rauninni engin sérstakur inngangur skilgreindur því að þetta rauninni allt saman hérna útgangar. Það bara ákveðin nöfn hérna, lowest pin og highest pin og pinnanúmer sem frá 2 til 9 og þar á milli eru notaðir. En það rauninni engin sérstakur pinni sem skilgreind sem inngangur. Þetta fer bara í gang þegar maður setur hana, þegar maður hleyður inn forritinu og þetta fer bara allt í gang, strax á run. Þá segir ég bara hérna nei. Það engin sérstakur inngangur skilgreindur. Og hvaða pinnar eru skilgreind sem útgangar? Það rauninni það pinnar 2 til 9 þá. Ok. Og lægsti þá bara hérna, hann skilgreindur lowest pin sem sagt. Þá hann í rauninni hér, lowest pin, það bara þessi hérna. Það gert svona. Lægsti bara þá númer 2. Ok, svona. Og hvernig útgangur skilgreindur? Output einhvers staðar hérna. Það rauninni hafi bara skrifað sennilega beint út útgangana en það rauninni með pin mode hérna output. Þannig að this pin sem sagt hann alltaf að fá nýtt og nýtt númer sem væntanlega í forritinu þannig að þetta hérna pin mode, this pin, hann skilgreindur sem útgangur. Eða skipunin sem sagt pin mode, this pin output. Og þannig það. Já, og þá myndum við segja að útgangurinn sem fær eitthvað ákveðið nafn, hann fær nafnið this pin. Það bara lítið til hérna. Já. Þetta er það sem við getum allavega gert í dag. Ég að sjá hvort að ég með hérna, taka kannski kóðan hérna og sjá hvort ég get allavega sýnt ykkur hvað þið getið gert þegar þið eru með uppsett sem sagt forritið. Sko, ég tek allan kóða, þá verð ég að eyða út kóðanum sem inn í Arduino forritinu sjálfu sem sagt. Hérna að ræsa þetta upp. Og þá sjáum við hvað við getum gert, sko, ef ég fer hérna í File og New. Ég hef verið með eitthvað hérna áður og fyrir hérna þá þurfum við að byrja á því að eyða því út sem hérna. Þetta rauninni bara kallað bare minimum og bara til þess að auðvelda mann að byrja að skrifa eitthvað forrit alveg strax. Þá hérna void setup tilbúið og void loop tilbúið en
til þess að þetta virki hjá okkur alveg eðlilega, þá verðum við að byrja á því að eyða þessu út alveg. Og þá get ég sagt hérna Ctrl+F, límt kóðan hérna inn sem ég tók. Og þið sjáið sem sagt, ef ég skiljið eftir einhvern slaufusögu hérna eins og þennan síðasta, þá virkar forritið ekki. Það verður að vera allir slaufusögu að verða að fylgja með. Þessi 2 skástrik rauninni bara til þess að segja hérna, forritinu það að þetta er texti eða comment eða eitthvað slíkt. Og þetta er sem sagt comment eru búin með, það eru nokkur möguleikar á að sýna það að það sé bara ekki hluti af kóðanum, bara þannig að þá er alltaf hægt að skjóta inn texta eins og þið sjáu hér. Það er alltaf verið að setja inn hérna eins og hér 2 skástrik hérna og svo turn on the LED stendur hér. Og þannig að það er mjög góð regla að setja alltaf komment við svona kóða, sérstaklega upp á það þegar menn koma að þessu seinna að eða einhverjir aðrir sem hafa ekki skrifað kóðan, að þeir viti hvað sá sem að setja hann upphaflega, hvað hann var að hugsa, hvernig hann ætlaði að láta þetta virka ef að meiningin er að breyta kóðanum eða eitthvað slíkt. En sem sagt þegar við erum búin að skella sig hérna inn, að þá eina sem við getum gert þegar við erum ekki með Arduino, það er að fara hérna í Verify. Og þá biður að vista þetta í einhvern góðum stað, þá hérna setjum þetta í einhverja möppu þar sem þið eru með það undir rökrósum eða eitthvað slíku. Og þá smellu hérna, þá býr hún til möppu hérna sem heitir Skets og dagsetningun í dag, janúar 20. Og þá kemur það hérna og þá byrjar hún að kanna hvort allt sé í lagi, og þá kemur hérna, það komið hérna svona grænt sem sýnir hvað þetta er staðsett í hvernig það gengur að hérna að fara í gegnum kóðan. Og svo þegar græna línan komin alveg hérna til hægri út á endan, þá er búið að fara í gegnum kóðan, og þá koma upplýsingar það hvað þetta er stórt og ef allt er í lagi. Og ef ég kannski skemmi kóðan eitthvað hérna, tek út þennan slaufusögu hérna, að þá gerist þetta hérna. Þá fæ ég bara strax villu. Svo að hérna þið verður að passa að allur kóðinn skilur sér og það sé allt saman komið allt með ég gat farið í Ctrl+Z til þess að endur setja þennan slaufusögu, og þegar ég farið í Verify aftur þá er allt í góðu lagi. Þannig að þá væri raunin bara næsta skref að tengja Arduino borð við þetta, senda kóðan út, og þá getum við að vera með tengda við þetta rofan og viðnámið og prófa rásina, prófa að ýta á rofan. En það gerum við þá í stofunni. Nú með tíman á morgun, er ekki tími á morgun klukkan 10:30 hjá okkur. Það er ekki rétt með hjá mér. Jú, 10:35. 10:35, já. Þá er bara spurning hvort að ég verð laus eða hvort ég þarf að fara í aðra skimun eða eitthvað sem, því að prófið hjá mér var sem sagt óviss niðurstaða, kannski vegna þess að ég er búinn að fá COVID áður og getur það hafa haft einhver áhrif. Þannig að ég
veit ekki alveg, þá er óvíst hvort ég verði á morgun eða ekki, en þá bara höfum við tíman á Teams, þá vitið bara því. Ef að ég verði áfram í sóttkví, sko. Þannig að... Eða Sissi, ekki líka með rafeindatæknina, verður hún ekki þá líka bara sama? Já, það verður alveg með sama, með rafeindatæknina að þá nota ég bara forritið til þess að fara í gegnum verkefnið, sko. Ég er með sveiflusjó og allt í Multisim, þannig að ég gæti framkvæmt verkluæfinguna þá á Teams. Ef að ég verð ennþá í sóttkví, sko. Jú, en þá ég bara sett tilkynningu mjög fljótlega. Þeir ætla að hafa samband við mig innan allan 2 sólarhringa. Svo að ég veit ekki hvort að þeir verða búnir að hafa samband við mig núna setni partinn í dag. En ég ætla að setja út tilkynningu þá allavega núna og eftir til að láta vita hvernig þetta verður svo að menn fari ekki fíluferð í skólan. Það væri það fínt að hafa þetta líka á Teams, sko, því að ég er komin í sóttkví líka. Já, ok. Já, það eru nokkur okkar í sóttkví út af öðrum áfanga. Já, þannig að kæritækninni. Jésús. Já. En þá bara, þá það er bara að gera að reyna að þetta nýtist sem flestum, sko. Já, ég ætla heldur ekki að mæta í skólan fyrir að... Nei. Já, dóttirinn er komin í heiminn. Já. Þannig að það myndi henta mér okkurlega. Já. Já. Það væri mjög gott bara. Já, og svo líka bara þessi próf sem eru framundan, þá myndi ég bara undirbúa ykkur með það og þá væntanlega yrði það á innunni, sko. Þá yrði það bara tekið á innunni, sko, heimapróf. Svo að það, við förum þá bara í það, sko. Lærum þetta í gegnum tölvuna. Svo er þetta svona vonandi allt saman í gang aftur. Staðar kennsla og nám í framhaldinu. En ég ætlaði að segja þetta bara gott núna, nema að þið hafið einhverjar aðrar spurningar. Nei, bara takk fyrir tímann. Já, engar. Já, ég bara pæla hvort ég megi fá mætingu í dag, Sigurður. Já, það er rétt. Ég þakka fyrir tíma fyrst að ég er búinn bara og fá mætingu og allt það. Já, akkurat. Takk fyrir. Já, merktir ekki mig líka. Ég veit ekki hvort að ég samt mæti á morgun og því ég er í árekstri. Já. Þetta er á Teams og því að þetta er 4-faldur tími í málsmiði. Já, akkurat. Er það karkur? Já. Já. Það er karkur. Nei. Það ég verð með upptöku líka það náttúrulega þá. Já, þá getur bara hort á upptökuna eftir á, þannig að það virka fínt, sko. Já, einmitt. Akkurat, segjum það karkur í bili. Takk fyrir tíma. Já, takk. En Hlynur, ég var ekki búinn að merkja við. Ég þarf að gera það. Ég ætla bara að slökkva á upptökunni svo að það fari ekki inn á upptökuna. Það er alltaf verra. Það er ekkert mál. Ég merkja þig. Flott. Sér bæði Hlynur og Kristófur. Já, það er bara fullt hús. Ég bara fer í það. Ég bara slekk á öllu og svo bara klára ég að merkja við í innunni. Það er allir mættir. Ljómandi. Takk hérlega fyrir dag, strákar. Sjáumst á morgun. Takk fyrir tíma, Sigurður. Á Teams. Ok, já, takk. Já, takk.